Traust á stjórnmálum á Íslandi í dag í lágmarki og hefur verið lengi. Og ein af meginástæðunum fyrir því það að fólk verður fyrir sífelldum vonbrigðum með stjórnmálamenn. Við teljum eina mikilvægastu leiðina til að laga þetta vera þá að auka lýðræðið og efla möguleika borgarans, möguleika þína á því að taka beinan þátt í ákvörðunum. Úti í samfélaginu ákall breytta forgangsröðun, heiðarlegri vinnubrögð, ábyrgð og aðhald, jafnrétti og réttlæti, aukna aðkomu að lýðræðislegum ákvarðanatökum. Beint lýðræði snýst að opna kerfi, gera þau skiljanlegri og þannig aðgengilegri. Hver sem á að geta komið með hugmyndir og ef þeir fá hljómgrunn í samfélaginu þá á að kjósa þeir. Þetta krefst gagnsæis, opinri umræðu, aðgang að upplýsingum og tækifæra til þátttöku. Við viljum að þú ráðir. Við viljum að allir hafi raunveruleg tækifæri til að hafa áhrif, hvort sem það eru kosningar eða ekki. Jöfn tækifæri eru gríðarlega mikilvæg fyrir lýðræðið. Menntun meginstoð samfélagsins. Réttur þinn til menntunar merkingarlaus ef þú hefur ekki tækifæri til þess. Allir Íslendingar, hvar sem þeir búa, skulu eiga rétt á einstaklingsmiðaðri, gjaldfrjálsri menntun. Við Píratar höfum fundað með Félagi eldri borgara, Gráa hernum. Orðin sem við heyrðum oftast nefnt á þessum fundum voru virðing og reisn. Fólk vill virðingu og reisn. Píratar vilja það sem landsmenn vilja og 90% landsmanna vilja forgangsraða fé til heilbrigðismála. 80% landsmanna vilja svo að það sé gjaldfrjálst og rekið það hinu opinbera. Réttur þinn til heilsu hlýtur að þurfa að vera réttur óháð efnahag. Rík þjóð eins og Ísland getur rekið gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi. Þetta einungis spurning forgangsröðun og þjóðin hefur síendurtekið lýst því yfir að heilbrigðiskerfið sé í forgangi hjá henni. Frá 2003 hefur Ísland verið að verja minna af þeim verðmætum sem sköpuð í samfélaginu til heilbrigðismála og það þurfti fyrsta læknaverkfall sögunar til þess að ýta því upp. Læknar lýstu fyrr í mánuðinum aftur yfir neyðarástandi og því að ekki væri unnt að tryggja öryggi sjúklinga. Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga spilahallir, en margir kannast nú betur við orðið spilavíti. Þetta mál á þingskjali 51, mál númer 51. Stjórnvöld eru ekki að hlusta. Það hefur ekki verið skrúað nógu vel frá fjárframlögum til heilbrigðismála. Nýja stjórnarskráin færir þér ventilinn til þess að skrúa frá í þeim málum sem eru vanrækt. Uppfærum Ísland. Uppfærum Ísland. Uppfærum Ísland. Uppfærum Ísland. Uppfærum Ísland með nýrri stjórnarskrá. Eflum aðkomu almennings að ákvörðunartöku. Endurvekjum traust. Og tæklum spillingu. Tryggjum réttláta dreifingu arðs af auðlindum. Endurreisum gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu. Hvernig við förum að þessu spurning sem við ættum öll að spyrja okkur. Það mögulegt að breyta heiminum og við höfum enga afsökun fyrir því að reyna það ekki. Eitt víst að ef við viljum tryggja að samfélagið lendi á betri stað þá verðum við að vera óhrædd við nýjar hugmyndir og stórkostlegar breytingar og saman þá tökum við ábyrgð á útkomunni. Við viljum að þú ráðir.